Arþór, sigur á KR í dag, hvernig tilfinningin svona rétt eftir leik? Mjög góð, sérstaklega hún var rétt eftir leik. Það er alvöru lið sem við erum að mæta henni í dag og það var svona hörkulegur leikur, mikið barning og ég gæti bara ekki verið sáttari. Þið byrjuðu ekkert sérstaklega vel, hvað var að gerast hjá ykkur þar? Nei, við áttum erfitt með að finna köruna hann í byrjun. Vorum svolítið að spila ágætlega varnarlega og boltinn var að ganga hjá okkur en það var eins og að væri lok fyrir körunni. Okkur leið ágætlega inn á vellinum, svo við höfum ekki mikla ágjörði. Þú náttúrulega átti frábæran leikinn í dag, hittir ansi vel, sérstaklega þegar leið á leikinn og áttir hérna hálf ævintýralegan hérna til að eiginlega klára þetta. Hvað fór í gegnum hausinn á þér? Það fyrir nú voða lítið í gegnum hausinn á manni þegar maður skýtur svona skotum. Já, svona er þetta bara stundum detta þessi ótrúlegu skot niður en ég hafði alltaf tíma að trúa að þetta myndi detta niður. Ég hef alveg tekið svona skot að það. Fyrir því persónulega, það er náttúrulega breytt liðið sem voru í og þú kannski að taka aðeins stærra hlutverk, finnur þér fyrir því? Já, algjörlega, það er alltaf stóri póstar farin úr liðinu okkar og ég finn klálega fyrir því og ég er bara algjörlega tilbúinn að taka við stærra hlutverki í þessu liði. Ég held ég hafi sýnt á þetta í dag. 2-0 eftir 2 fyrstu leikina, hvernig metur þú þessa byrjun? Bara fín byrjun, alltaf bara 2 leikir. Nóg eftir, 20 leikir eftir deildinni en ég finnst bara mjög ára á það er ekki hægt að byrja betur en það. Það er engin smá leikur á mánudaginn, bikarleikur á móti Haukunum, það geti náttúrulega sett þetta tímabil svolítið annað samhengi. Já, þú veist, þetta er bara eins og alvöru deildarleikir, eins og allir deildarleikir eru toppleikir. Þetta er bara eins og hver annar leikur og við mætum við það tilbúnir. Það er klárt mál. Við þurfum bara að núllstilla okkur og gera okkur klára fyrir mánudaginn.